Hérna er þessi litla sveiffluga nánast tilbúin, ef ekki alveg tilbúin. Ég klæddi hana með bláu og skar nokkra ræmur af gulum vínil og notaði það til þess að skreyta aðeins. Ég er hrifinn af svona ósamstæðum skreytingum en vil yfirleitt ekki vera með mikið af limmiðum þegar fara í taugarnar á mér. Já. Ef við skoðum hérna ofan í þá sést að batteríið og hraðastillarinn sem ég er með rétt passa hérna ofan í. Þegar búið er að tengja það saman hérna þá er svona frekar þröngt. Ég veit ekki hvort það sést en þarna inn í kannski fókusur ekki á þetta. Þarna á bakvið þessa vírahrúgu er balsakubbur sem ég setti til þess að batteríið renni ekki fram í og vírahrúgan renni ekki þarna fram í og komi við mótorinn. Á honum er síðan þessi fíni spaði hérna. Hann leggst tilbaka þegar maður hættir að gefa inn. Móttakarinn er hérna á pínulítilli hillu sem ég setti. Ég límdi krossfið hérna á milli og setti franska rennilás og það er franskur rennilás á móttakaranum, þannig að hann passar akkurat hérna á og situr bara í sínum franska. Loftnetin koma síðan bara út úr skrokknum. Það er ekkert að reyna að búa til einhvers konar 45 gráðu uppsjón fyrir loftnetin og þetta er bara að láta standa út úr, það er alveg nóg. Þau koma hvort þeir aldrei við eitt eða neitt, liggja bara þarna undir vængnum. Nú, hérna er vængurinn og hann er festur á með 30 mm boltum og til þess að týna þeim ekki þá set ég svona smá ræmu af eldsneytislöngu upp á boltana. Þannig að nú þarf ég aldrei að taka þá af. Þeir sitja bara þarna á sínum skinnum og eru þarna þegar ég þarf á þeim að halda. Nú ætla ég að skrúa módelið saman og sjá hvernig það balanserar. Það eina sem að leiðbeiningarnar segja staðsetningu á þyngdarpunktunum er þessi rauði punktur hérna, merktur CG. En ekkert sýnt neinar mælingar eða neitt. Hins vegar þá ef ég bara nota gamla góða reikniaðferð, mæli vænginn, þá er hann 17 cm hérna. Það þýðir að þyngdarpunkturinn á að vera svona 1/4 til 1/3 af þessu. Til þess að finna svoleiðis þá er til margar aðferðir, maður bara deilir í 17 með 4 og þá fær maður það bil 4,5. Það er hérna framan við aðalbitann. 4,5 framan við aðalbitann. Ef maður deilir í 17 með 3 þá fær maður 5,6 og það er fyrir aftan aðalbitann. Þannig að ef að þyngdarpunkturinn lendir einhvers staðar á þessum bita þá er hann líklega nokkuð góður. Og ef ég set puttan hérna undir og lyfti módelinu þá kemur ljós að það balanserar eiginlega algjörlega á þessum bita. Leiðbeiningarnar tala heldur ekkert
hvað stýrin eiga að hreyfast mikið. Svo að maður þarf bara að renna blint í sjóinn með það. Prófa sig áfram. En ég er að hugsa að kasta þessu módeli út í vindinn, sjá hvað gerist og ég veit nú ekki hvort að ég get nokkuð kvikmynda það vegna þess að ég er ekki með neitt kvikmyndatökumann. Kannski ég stilli myndavélinni einhvers staðar upp og reyni að fljúga frá hjá henni nokkrum sinnum, svo sjáum til.